Sæta kartöflur eitt af skemmtilegri svona meðlæti með kjöti og fiski núna. Við ætla aðeins að koma með smá útfærslaði. Við erum búin að sjóða sæta kartöflur, bara í vatni með hýðinu öllu. Svo er þetta bara skrælt, kælt, þetta er þetta að gera deginum áður. Svo skerum það niður í svona grófa bita. Tökum bara hérna, tvennt. Svona. Ég ætla að steikja blaðlauk með þessu, smá papriku og hvítlauk. Svo ætlum við að setja smá kóríander og kúmin. Kúmin er ekki sama og kömmin. Þetta er kömmin sem er svona frá Indlandi svolítið. Svolítið skemmtilega að bragða svolítið er kúminu sjálfu. Við byrjum að setja smá ólífuolíu. Setjum kartöflurnar út á. Leyfum þeim aðeins að steikjast. Salt og pipar. Sneiðum við hvítlaukinn hérna mjög þunnar sneiðar. Svona hálfa geira. Leyfum því að fara á pönnuna. Blaðlaukinn út á. Paprikuna. Og örlítið af þessu kömmin. Það fer svona hálf teskeið. Við setjum kryddjurtirnar alveg í lokin. Svo hún verður bara grá og missir lit og gerir hún ekkert fyrir okkur. Ef við setjum hana á snemma. 3-4 mínútur, þannig að kartöflur hún heitt. Þessar kartöflur hérna, það er alveg tilvaldar með kjöti náttúrulega, villibráð. Og svo er þetta líka alveg steinleikur þetta með fisk, steiktu fisk, sérstaklega þorsk, lax. Þannig að, og einn og sér bara sér grænmetisréttur. Nú er þetta komið, nú ætlum ég að setja kryddjurtirnar út á, kóríander. Aðeins að blanda þessu saman. Og klárt. Kemur alveg ilmur af kúmeninu þegar það byrjar að hitna á pönnunni, þá er alveg tvöfaldast bragðið því. Svona myndi ég byrja fram með fisk og kjöt. Einföld uppskrift af sætu kartöflum, klárt.